Gleðilegan júní, kæru Tepos besties. It's officially summertime. Já, og við viljum bara byrja á því að óska ykkur öllum til hamingju með nýjan forseta. Nýr forseti. Já, það eitthvað sem við öll eigum sameiginlegt. Það rosalegt. Já. Til hamingju Halla Tómas. Já, til hamingju í alvörun innilega. Það svo, og þessi þáttur svolítið í svona anda þess sem var að gerast. Women empowerment. Nei, alveg, það voru kostningar í Íslandi og það voru, 3 líklegustu kandidatinir voru bara konur. Það er fucking iconic, Hvað segir það konur? Það er svo fucking iconic. Það segir mikið konur, ég bara, þetta var svona, þetta er svona gæsahúðar moment, einhvern veginn, bara að, ég veit ekki, það sem kom til greina voru bara konur. Gæsahúð, í alvegni. Iconic. Og við náttúrulega fæðumst á, við fæðumst náttúrulega 96. Why do you have to put that in there? Það ekkert að því. Við fæðumst 96 og því flott árið þegar Vigdís ennþá forseti. True. Þannig að þetta líka, mér fannst það, ég búin að finna svona síðustu dag, þetta líka bara svona, þetta svo, ég búin að heyra eitthvað svona í fréttum og útvarpinu og eitthvað svona, þetta svo flottur tími fyrir konur. Þetta svo að fá aftur svona góða fyrirmynd inn í lífið, eða fyrirmyndir, allar skilur. Og það sama var að gerast þegar við fættumst. Einmitt. Mér finnst það geggjað. Já. Mér finnst það Við erum úrslitafallegt. alltaf á lífið þegar eru 2 konur forsetar. Já. Og þetta er bæði söguleg moment. Já. We're living in history. Ángrís, það skrifaði myndi sögubækundar. Bara around the world. Það trillt, Það er sick, sko. Við erum iconics. Já, og bara hafa verið partur í lýðræði sem að þetta átti sér stað. 3 konur efstar. Geðvikt. Hvernig eru enskir eða svona útlenskir fjölmiðlar að, eru þið eitthvað fjall þetta? Já, þau voru eitthvað að fjalla þetta. En það var tekið, það var tekið sterklega fram í sjónvarpsfréttum á sundarskvöldinu að erlendi fjölmiðlar fjalluðu þetta en voru þá voru ekki að gefa sér mikið svona The pride. Nei, hún á miklu meira skilið, sko. Já. En sumir voru eitthvað svona gett að veltaði fyrir sér að þeim fannst áhugavert að við fengið viðskiptakonu. Já, það er sem mjög mikið forseta. bara businesswoman. Já. Já. Þannig að það var svona eiginlega alltaf aðal atriði frásagnar, Einmitt. sem er merkilegt. En já, þetta eru stórmerkilegir tímar og bara Halla Tómas við Teboði, við trúum því að þetta standaði ógeðslega vel. Það var ógeðslega leiðilegt, þú komst ekki. Já, hún var eitthvað út á landi. Já, hún var að taka hringinn. Já. Það var djöfullis. En við vorum búin að vera í sambandi við hennar fólk og það stóð á plani og hún myndi koma í þennan þátt en það gekk ekki upp í þetta skiptið en hver veit nema við fáum samt að taka Teboði á bestastæði þannig að Það væri svo iconic, sko. Þannig að við leggjum það út, Halla að hlusta, bara heyrði ég okkur whenever. Ég veit bara að að T-setti okkar myndi bara koma með það myndi passa svo vel inn. Já. Það myndi bara gefa fallegt T-sett, svona með að koma að gefa T-sett. Þjóðin veit náttúrulega hvað hún býr akkur núna. Það ekkert bestastæði. Ok, ég var enda að pæla í þessu. Var Guðni bara búin að flytja út og flutti hún beint inn eða hvernig virkar þetta? Nei, hún flytur ekki fyrir 1. ágúst, sko. Ok. Já. Þannig að Guðni er brenda þar, eða? Já. Hann er bara að pakka eitthvað. Já. Ég veit ekki alveg hvað hann er að gera. En nei, fólk á sunnudeginum 4:00 fór fólk að hlusta á hana ávarpa þjóðina í fyrst skipti og gerði hana á svölunum heima á sér. Svona allir vita bara heima á sér heima. Já, meina það. Maður bara, ok, það er alltaf læg. En ég meina, við getum sendt henni að pakka. Já, við getum gert það. Já. Gert það. Voru vonumst að fá búið á bestastæði. Geta eitthvað, þessi gjöf er með intent. It's calculated. Þetta verið calculated gjöf. Nei, en ég held hún sé algjört queen, sko. Já, ég held það. Bara maður fær geðast væpa henni og ekki nóg með það við sáum hana Söru hjá Reykjavík Warehouse, hún var aðeins að hún byrti mynd af Höllu, þar sem er svona verið að græja Höllu mitt áður hún stígur og ávarpa þjóðinni fyrst skipti á sunnudaginn. Og þá er hún að nota ekkert annað en 11 vörur. Of course. She knows. She knows. Queen knows. Já. Það er svoleið, sko. Þetta er alvöru presidential gæði, sko. Þetta er það, greinilega. Þú sér það. Og hún er alltaf með flawless hár. Já. Og það helst alltaf. It stays put. Já, it stays put, sko. No matter the weather, sko. Já. No matter the weather. Og hún alveg, svitarugla og búin að vera heitt í hamsi í þessum kappræðum, en hún svitnar örugla. Öruglega.
En hárið hann alltaf gorgeous og það er alltaf allt þökks í 11. Ó já, Við veitum það. við getum alveg gæði stimpla það sko og hún hallar á sig líka. Já, en eins og við segjum, þetta er ógeðslega merkilegur tími til þess að vera á lífi og til þess að taka þátt í og ég finn bara einhvern veginn svona bara á svona samfélagsmiðlum og einhvern veginn í samfélaginu bara svona, mér finnst vera svo mikið svona girl energy orka akkurat núna. Sammála. Þú veist, og það er svo geggjað, maður finnur bara einhvern veginn svona, og einmitt þess að Halla stendur ógeðslega mikið fyrir, þú veist, að bara sleppa neikvæðu tali og þú veist, við þurfum að breyta eitthvað við tölum við hvort annað, það bara gæti ekki verið betri fyrirmynd akkurat núna. True, það er bara mikið þörf fyrir smá jákvæðni einmitt og þannig að við vorum bara svona get inspired af þessum tímum sem eru og vildum bara taka einn svona girl power thought en þú veist, líka bara til þess að byrja þáttinn, ætlum að fara yfir svona nokkra konur sem eru svona mjög þekktar í sögunni og við verðum bara að viðurkenna, við þekkjum alls ekkert allar. Við ætlum að nefna, og við værum aldrei að geta tekið heila þátt að við nefnum allar, þannig að ef við glimtum ykkur sem þér fyrir sjúklega merkilegt, þú veist, það getur vel verið og alveg pottet gerist það. Já, líka, þú veist, við eigum allar bara svo mismunandi fyrirmyndir líka. Já, þú veist, það er ekki hægt að muna allar konur sem hafa gert eitthvað geggjað, þú veist, það eru svo margar. Einmitt. En við erum að taka við erum með ykkur greinirna sem er svona 12 nefndar, en þú veist, þessi tími ætti líka bara að veita þér innblástur að fara að kynna þér fleiri konur eins og Vigdís Finnboga og eins og Höllu Tómasar, skilur þú veist, og það er skalt svona pointið með þessu, þannig að við þekkjum þær kannski ekki allar en við ætlum að læra að heyra aðeins þær saman. Það held ég, en það er fleira sem við ætlum að gera saman. Það er okkur langar að hitta ykkur núna næstunni. Já, áður en allir fara í alvöru sumafrí. Já, og bara fara úr landi og fara eitthvað. Já, ég er að tala um það. Já. Og þú veist, já, bara please go. Af því að veðrið er ekkert að leika við okkur hérna í dag. Nei, það er ekki búið að vera að blessa okkur síðustu daga, sko. Nei. En við ætlum að vera með best tea kvöld í Keiluhöllinni. Já. Núna 12. júní og you know the drill, það er bara panta borð, keiluhöllin@keiluhöllin.is. Við munum segja betur frá þessu líka á samfélagsmiðlum þannig að þið getur fylgst með hvað við erum að fara að gera og hvað verður í boði og svona. En okkur langar bara að eiga gott kvöld með ykkur eins og við höfum gert síðustu 2 skipti síðustu 2 skipti upp í Keiluhöll og bara eiga smá bara svona kvöld með ykkur sem við höfum gaman, förum í skemmtilega leiki og einmitt, þetta er svo frábær tími að taka vinahópin eða vinkunahópin eða bara hvert sem er mömmu, frænku, systínar bara eitthvað og bara svona your besties. Já, og taka eitt svona kvöld saman áður en þessi fyrir lagur og þessi fyrir til tenni og þú veist einmitt. Akureyrar tinni, það er einu sem fólk er að fara þess dag. Nei, fólk fyrir bara út út, skilur. En þú veist, oft splittast maður svo mikið upp. Já, þannig að þetta er 12. júní, bara í næstu viku. Oh my god, akkurat viku. Tíminn er naumur, en það verður ógeðslega gaman. Já, það er bara eins og alltaf, verið fljóta panta ykkur borð, fóðu líka bestu borðin. Við munum samt alltaf labba allt svæði eins og við gerum alltaf og það verður geggjaðar vinningar þannig við verðum með eitthvað svona það er alltaf eitthvað skemmtilegt það er alltaf eitthvað þið sem hafa komið þið viti hvað þetta er gaman já. Og okkur finnst þetta allavega sturla gaman þetta er sturla gaman við erum mjög spenntar já, við erum ógeðslega spenntar þannig að við hlökkum til að sjá ykkur 12. júní í Keiluhöllinni já, í Keiluhöllinni panta ykkur borð með því að senda e-mail á keiluhöllin@keiluhöllin.is ó já en talandi ok, af því að náttúrulega allar þær sem að hlusta á Teboð, þær eru bara queens in their own, sko. Eða bara öll þau. Fyrsta konan sem er nefnd vera svona eitt af þessum 12 frægustu konum í sögu okkar er kona sem heitir Jane Austen og hún er sérst uppi frá 1775 ég var bara að gæla þetta er ekki 75 nei, 1700 glemt það uppi já, hún var bara 1775 til 1817 þannig að this goes way back in the time sko. En það sem að hún er ótrúlega svona þekkt fyrir er í rauninni bara skrifin sín já. Þannig að hún var að skrifa svona alls konar bækur aðalega samt svona rom-com svona classic novels eða þannig og
hún var að setja konur, þú veist, í alls konar hlutverk í þessum bókum, sem svolítið svona olli smá svona byltingu. En það var sko sumar frægustu bókunum hennar sem urðu bara ótrúlega vinsalar. Þegar hún gaf þær út, þá sett hún ekki nafnið sitt á þær. Var með svona ghostwriter eða eitthvað þannig? Nei, þú veist, hún skrifaði þetta, en hún bara setti ekki nafnið sitt á þau að því að þetta var alla það miklu svona, konur voru að fara í smá svona uppreist eins mikið og gátu á þeim tíma, að því að hún var að gefa þeim svona sem er hlutverk, þú veist, í bókunum. Já. Þannig að það er ekki fyrir en eftir hún deyr sem að Henry bróðurinnar segir Jane skrifaði líka þessa og þessa. Það er svolítið merkilegt. Já, veldi því. Já, maður verður til að læra meir um hana, sko, 1775, þegar hún er sko, hún er að búa til byltingu og breyt og rumska til 1700, skilur, til 1800, það er rosalegt. Það er mjög iconic. Já, að við vitum að þú var ekki með mikið konur því miður vorum ekki mikið réttindum þá, skilur, hann að röglega erfi. Það voru ykkur þá greinlega kall með sem að hjálpuðu henni að koma skrifunum áfram, eða ekki? Það hlýtur að vera. Það er gott hún fekk. En svo er alltaf bara það sem selur, skilur, kannski horfður bráða þannig. Gæti verið. Peninga. Já, true. Númer 2 er það Anne Frank, sem var alltaf frá 1929 til 1945, sem við höfum svona flest heyrt Já, eflaust. Er það ekki? Jú, allavega flestir sem hafa farið í menntaskóla. Já. Svona man eftir í sögu og svona þegar maður var yngri. En hún alltaf, er svo ótrúlega þekkt og talin vera, þú veist, svona ótrúlega merkileg sögumannis, eða manneska í sögunni er þegar hún var náttúrulega halda út í dagbók þegar seinni heimsstyrjöldin átti sér stað og það er margt í þessari dagbók sem að við fengum bara að vita í gegnum Önnu Frank og margt sem að spilaði mjög stóra part inn í stríðið bara út frá dagbókinni sem hún hélt úti en hún var sem sagt gyðingur og var að fela sig með fjölskyldu sinni í bara pínulitlu lofti í íbúð í í Amsterdam í felum fyrir sem sagt nasistunum og þar hélt hún út þessari dagbók. Hefur farið Anne Frank safnið? Já. Ég fór ekki þegar ég fór til Amsterdam. Það var svo mikið röð og við vorum ekki búin að bóka. Sé svo eftir en ég ætla að fara aftur til Amsterdam og þá mun ég fara Þetta var alveg bara pínulítið. Það er svona, oh my god. Það sem hún var. Já. Ég sé einhverja mynd, það er tiluruglega marga myndir, ég sé einhverja af þeim myndum og það saman þetta var alveg bara svona bara ógeðslega krænt og maður svona, þú veist, og bara labba þarna í gegn, þú veist, það er eiginlega búið að byggja safn utanum íbúðina. Já, safnið er alveg hjút. Það er hjút, sko, þú veist, þannig að þú ert síðastu eiginlega bara, þú ert bara inn í eitthvað svo nýbyggingu, svo ertu eiginlega bara komin inn í eldgamla íbúð, þú ert bara eitthvað, wow, skilur. Það er óslega merkilegt að það er byggðið svona utan það. Já, en þú veist, það má ekkert náttúrulega snerta neitt þannig, eins og náttúrulega bara öllum söfnum og maður hlýði því, en það var bara svo ég veit ekki, svo þú veist, gæti maður farið svona kíkt, að við minni, maður gæti farið svona kíkt á loftið. Já. Bara pínulítið. Pældi í þessu. Og líka að því, þú veist, þú lappar upp stegana, auðvitað bara brakaru eflust ennþá meiri stegunum í dag, heldur en þá. En bara, þú veist, hvað þau þurft að læðast mikið, hvað þau máttu ekkert vera að hreyfa sig. Þú eru alltaf hrættum bara væri bara eitthvað niðri bara. Já. Þetta er hrikalegt. Hræðilegt að horfa á þetta, sko. Að það gerst bara, þetta er alveg neitt, þetta er ekki lægi, sko. Það var það ekki Justin Bieber sem skrifaði þarna í dagbókina? Jú. Hvað var það aftur? Anne Frank would have been a believer. Já, góður. Það var svona, já, mitt. Ok. Þetta er meira að þú ert svona Anne Franker. Þú ert bara að promóta sjálf. Já, sko. Bara er ekki lægi. Jesus. En hún er alltaf bara ógeðslega hugrökk fyrir að hafa, þú veist, bara verið svona ógeðslega ung, tekið upp pennan og verið að skrifa svona díteilað sem hún vissi ekkert að myndi hjálpa bara öll, bara til að skilja hvað var í gangi almennilega og hvað gyðingar voru að gangi í gegnum. Já, og þú veist að þessi bók hafi fundið, eða þú veist, dagbúin hafi fundið, skilur. Mitt. Sko bara búið að translitana yfir 70 tungumál og bara, þetta er rosalegt. Þriðja konan sem er nefnt hérna á okkar lista er Maya Angelou. Maður hefði heyrt hennar nafn mikið. En hún er líka talin vera bara eins, þú veist, mest svona áhrifamesta konan, já, í bandarísku sögunni. En hún er sem sagt ljóðskáld, söngkona og aktivisti fyrir mannréttindum
og svo hún líka hún skrifaði þess að út svona, hún gaf út bók sjálfa sig I Know Why the Caged Bird Sings sem að varð best selda non-fiction bók Bandaríkjanna af svartri konu og það bara rosalegt Já. á þessum tíma en hún var náttúrulega mikið að berjast fyrir jafnrétti bæði kvenna og þú veist svartra og hvíta og svona taka þú veist tók ógeðslega mikið þátt í þeirri baráttu og það talað að bókin hennar sérstaklega sé ógeðslega vel skrifuð varðandi bara ákveðin mannréttindi og þessara byltingu sem hún tók þátt í hún tala líka alveg sko nauðganir og ótrúlega mikið sem svona var greinlega á þessu tíma erfitt fyrir hana og aðra að tala þannig að já, ég var til að kynna mér hana mikið betur og sjá bók. Já, mér finnst þetta líka geðveikt nafn Já. I Know Why the Caged Bird Sings Já, þetta við þurfum að kynna okkur Maya Angelou betur kannski vonandi bara einn daginn taka bara sér þátt hana Algjörlega. Svo það Queen Elizabeth I en hún sko alveg uppi fyrir í langa löngu sko. Það bara 1533 Já. en það að tala konur they've been strong forever en hún frá 1533 til 1603 þannig að this goes way back en hún ein af drottningum Bretlands var kölluð The Virgin Queen af því að hún ákvað frekar að giftast þjóðinni heldur en manni hann var ógift skilur, það var enginn sem hún var með en hún talin vera ein bara mest successful ráðandi í bresku konungsfjölskyldunni í Bretlandi þannig að því að England náði að komast inn í eitthvað svona evrópskt samkomulag, pólitískt samkomulag undir hennar stjórn en það sem gerir hana samt svona geggjaða hvað hún var bara drullu saman hvað öllum öðrum fannst hana hún átti víst ekki að verða drottning svo alveg svo Elizabeth seinni átti ekki að verða það Já. En svo var það ekki hún það önnur já hún sem sagt var bara hún giftist þjóðinni en ekki manni þú veist, hún gerði allt svona sem konur voru ekki gera á þeim tíma hún var ekki undirgefin kona gagnvart einhverjum kalli sem var í raun að taka til stjórn en það var miklu harðara að standa í þessu embætti, standa í þessari stöðu vera drottning Bretlands og bara það engin maður að hvísla á mér bara Queen það var Queen literally já Svo það Catherine the Great frá 1729 til 1796 en hún ég veit ekki alveg hvað Prussian það ekki eitthvað svona Rússland Prussi eða ekki það orð? Er það þjóðverðni? Mér líður svo ég Prússland nei, ok Prussian Prússland það til? Já Þetta svona svo ógeðslega way back in the history Já, bara veit þetta allan tengist einhvern veginn Rússlandi af því að þessi kona German Empire Já, þetta eitthvað partur af Rússlandi undir Þýsklandi þá eitthvað þannig Það stendur ekkert Rússland sko Nei, skiptir kannski ekki öllu máli Þetta bara svo way back hana ég Þetta svo, fara, já En þessi kona, af því að sama hvar hún var fædd þá hún vist greinlega ruthless og mjög og þú veist fræg fyrir í sögu kvenna en hún var sem sagt hún var föst í ástlausu hjónabandi með konungi Rússlands og og hún náði einhvern veginn að yfirvinna hann í einhvers konar kosningum eða baráttu og gerði sjálfa sig í rauninni að kóng Rússlands 1762 en henni þakkað fyrir að hafa svona modernized eða gert Rússland meira modern tekið þátt í þú veist í því að bæta samfélagið og komin með nýja hluti
hún var til dæmis sett á stað fyrsta ríkisrekna skólan fyrir stelpur. Það er geðveikt. Og bara ítti áfram, þú veist, að samfélagið myndi pröfa nýja hluti og gera, þú veist, bæði tengslum við viðskipti og listir og allt þetta. En hún var líka þekkt fyrir að vera bara mjög opin með sitt kynlíf. Elskar það. Já. Að því að hún átti bara helling af bólfélögum og hún gaf þeim alltaf gjafir fullt af skartgripum og svona djúð eftir að hafa sofið hjá þeim. Wow. Til þess að senda þau burtu svo hún væri með pláss fyrir nýjan. Ok, as you should. Já. Þetta er bara svo kona sem veit hvað hún vildi. Já. Og það er geggjað. Þannig að við þurfum að kynna okkur Catherine the Great aðeins betur. Ég heyri það. Mitt. Sjáumlega við. En talandi að gefa opinbert kynlíf og svona. Já, hún og Gerður. Það Gerður er náttúrulega eina af þessum girl power konum, sko. Hún er kannski bara svona eitthvað skildenni eða eitthvað. Já, sko, Gerður og Catherine the Great. Já. Ég heyri það. Það er allan að vera góða vinkonur, hefði verið uppi á sama tíma. Mitt. Og Catherine hefði ekkert verið á móti nýju sóttæki. Nei, sem er náttúrulega vara mánaðar, sem er Satisfyer. Júní vara mánaðar. Finnst þér ekki alltaf gaman að vita hvað er vara mánaðar? Mér finnst ógeðslega spennandi. Alltaf svo spennandi. Já. Hvað ætli sé vara mánaðar? Ógeðslega spennandi. En bara á litla 6.993 krónur. Það er ekki neitt, sko. Nei. Það er ekki neitt fyrir þessa vöru. Þú veist, og með við skiptin, skilurðu, þú veist bara borgandi. Er þetta ekki OG þinn? Áttu ekki OG? Þetta er OG, jú. Já, þetta er fyrsta svona tæki sem ég prófaði. Og it's amazing. Já, it is. Catherine the Great would have loved it. Já. En það til í 3 litum, fjólblár, gylltur og blár. Spennandi. Áttu þú ekki hann að gylta örgla? Eða ekki svona OG-liturinn eða? Já, svona bleikan. Hann er svona róskóld einhvern veginn, ekki? Já. Það er það gylti. Já, kallskyltur. Já, svo er fjólublár. Að þú fjólbláan? Nei, ég á gyltan aldrei. Ég á bara, þú veist, it's old, skilur. Já, mér líka. Hann virkar svona þá. Ok, hvað þú þetta? Ég hef ekki rifið minn upp lengi, sko. Ekki? Nei, út af, ég búið með næstur nokkuð annað, en kannski þarf ég bara endurnýja minn. Það er bara stundum eitt tækið, batterislaust. Rétt. Gott að vera með hitt. Já. Hlaðið. Ég bara hef verið svo heppin að ég alltaf átt eitthvað nýtt og skemmtilegt, sko. Já, það er endur óslega gaman. Já, en það er alltaf gott að hlaða öll tækin, einu sinni í viku er alltaf að hlaða. Þetta endist hann svo lengið batteri. Já, einu sinni í viku, þegar fólk er bara einu sinni, ég bara, ok, þarftu það? Ég er bara, það? Það er þetta áfalli þegar maður er eitthvað, what þarf ég að hlaða þetta? Nú maður líka bara, þetta bilað. Nei, örlega ekkert verra svo þegar bara, it dies. Mér er bara eitthvað inn í mér deiliginu, sko. Ekkert verra. Æj. Það er mælum að kíkja á vörum annars, Satisfyer Pro 2. Já. Svo ætla ég að fara hérna næst í Rosa Parks. Hún er náttúrulega mjög þekkt, svona baráttu kona fyrir jafnrétti. Hún var upp frá 1913 til 2005 en hún á þetta fræga moment þar sem að hún er beðin að færa sig í svona strætó skilur upp, já, samgöngu beðin að standa upp að færa sig fyrir hvítum eldri manni og hún sagði bara nei og þetta bjó bara til the Montgomery bus boycott, bara eitthvað svona algjöra byltingu, hún bara ég ætla ekki að færa mig, ég er ekki verri en þessi maður, hann getur bara sest annars staðar og hún varð bara svona líder 1950 fyrir bara svona mannréttindum og sérstaklega réttindum, þú veist litara kvenna og allra og kvenna, þú veist, þetta, og þú veist kvenna líka sérstaklega því að þetta á bara já, þetta var ógeðslega bara svona empowering fyrir samfélagið þessum tíma og hún var bara ennþá þá hún var 92 ára. Pældu í þú veist að þetta þarf, skilur við bara svo galið að þetta er actually eitthvað sem er sjokkrandi að ég veit það ekki, ég er bara svona já, 100%. Þetta á ekki að vera svona og bara þeim gott fyrir þessar konur að standa upp fyrir þessu. Grís. Þessi tiltæki ekki standa upp. Akkurat, 100% og þú veist, og þetta hljómar eins og þú veist, þetta hljómar eins og ótrúlega lítið, eitthvað, nei, ég ætla ekki að færa mig. Þetta er bara þarna, það er hjút. Það er svo fucking galið. Byltingu. Sem er bara amazing. Það er svo það náttúrulega Malala,
Yousafzai sem fædd 97. Bara ung kona. Já, og hún náttúrulega hún fæddist í Pakistan og pappinar var sem sagt kennari og átti skóla, all girls skóla í hverfinu hennar. Þangað til að talibanar tóku yfir hverfið og bönnuðu stelpuskóla. Shut up. Og árið 2012 þegar hún 15 ára þá talaði hún opinberlega bara svona, eða var með ræðu opinberlega women's right to education. Og í kjölfara því, þegar hún tjáði sig þetta, þá kom sem sagt ykkur líklegast úr hópi talibanna og fór í skólastrætóin hennar og skaut hana í hausinn. Nei. En hún lifði það af. Vá. Já. Þannig að, og það er ógeðslega merkilegt að hlusta hana, ég sé hana í viðtölum og svona. Þannig að hún Rosal, bara, þannig bara var... Hún bara tjáði sig bara við konur eigum rétt á að læra líka. Hún skotin. Já, en pældi því þannig að hún átti ekki að deyja, skilur? Nei, hún átti ekki að deyja. Ekki hennar tími, hún skotin í höfuðið, en lifir það. Það var bara, no, it's not her time. Jú, you're not leaving, sko. Nei. Crazy, og fekk Nobel Peace Prize 2014 og núna hún að læra heimspeki, pólitík og ég man ekki íslensk orðið við economics hagfræði í Oxford. Hann var ógeðislega flott, bara að vera 15 ára, það búið að taka yfir skólainn, það talibanir búin að ráðast inn í þorpið og þú ert það hugrökk að segja bara, veistu það, við eigum líka skilið. Þetta er bara svona, wow. Þetta maður getur alveg, já, þetta bara hugrekki svo mikið. Alveg mjög, mjög merkilegt. Svo það Marie Curie sem svo sem að uppgötaði radioactivity, þú veist, með X-ray myndavélar og svona. Wow. Já, maður þarf alveg að kynna sér hana betur, af því að ég held að sé henni að þakka í rauninni bara ótrúlega mikið með, þú veist, lækna tækin sem við erum með í dag eru henni að þakka. Hældi því. Já, og það þú veist að... Þetta 1867 hún fætt, þannig að þú veist, þetta er langt síðan. Hvernig fokkan fattar upp á okkur svona? Ég bara ángríns. Það rosalegt. Svo það Ada Lovelace, eðlilega flott nafn, hún fætt 1815. Svo þurfum að kynna okkur hana líka betur, af því að þetta bara heimsins fyrsti forritari. Tölvuforritari. Hæ? Já. Það rosalegt. Hvernig tölvur voru til þarna? Ég veit ekki. Var ekki tölvan fundin upp í fyrri heimsstyrjöldinni? Sko. Mástu ekki Jú, í Já, Imitation Game. Já, sko, hún dó, Ada, 36 ára af krabbameini, ótrúlega ung. Og það tók næstu því 10 ár eftir dauðanar að fatta það sem hún hefur skrifað sem sagt einhverja Babbitt's Analytical Engine sem varð síðan, þú veist, fyrsta kóðin fyrir í rauninni tölvukerfi ever. En það fannst ekki 10 árum fyrir. Já, enginn vissi bara hvað það var örugglega. Nei, við þurfum að kynna okkur hana líka betur. Þetta ógeðslega merkilegt. Næst nefnd Edith Cowan og það fyrsta konan sem tekur þátt í svona alþingi, alþingi, parlament í Ástralíu og var þar inni í rauninni bara að tala fyrir hönd réttindum kvenna. Og það ótrúlega flott að þú veist, í rauninni alltaf þegar einhver brýtur svona blað og það þú veist fyrst kvenna einhvert inn, þá ertu búin að brjóta þetta glerþak af fyrir alla hina til þess að geta komið líka. Þótt að ætti náttúrulega aldrei að vera neitt glerþak, við ætti náttúrulega bara að geta gengið inn í nákvæmlega. Það er þannig og búið að vera þannig bara forever. Bara greinlega. En þessar kvenna, þá eru komin lengra í dag. Já. Og hún $50 pening. Já. Það alveg iconic. Það mjög iconic, sko. En hún var smá hana og hún var mikið að berjast fyrir því að við, þú veist, að kvenmenn lærum þú veist, kynfræðslu, kynlíf í skólum og eitthvað svona sem að, þú veist, náttúrulega mjög mikilvægt
fyrir konur að vita þegar þær ganga með börnin og allt það. Og svo það Amelia Earhart og maður alveg heyrt hana. Hún frá 1897 til 1939 en hún var var fyrsta kona til að fljúga ein yfir Atlantic. Wow. Og fyrsta manneskjan ever í heiminum til að fljúga ein frá Hawaii til Bandaríkjanna. Þannig að hún svolítið svona brautryðjandi í heimi flugsins. Það þá ekki með, þú veist, co-pilot eða eitthvað. Já, bara fly solo, bara svona litlum röllum örgulega. En þú veist, þannig að hún algjör brautryðjandi í flugheiminum. Sem náttúrulega heimur sem ekkert eðlilega stór. En svo náttúrulega getum við ekki verið bara að fara yfir þessar konur og ekki tala íslensku konuna sjálfa, Vigdísi Finnboga, sem var forsetinn okkar frá 1980 til 1996. Fyrsta kona í heiminum? Fyrsta kona í heiminum til að vera forseti, kjörin að lífveldi. Fyrst lífveldis forseti, því að eins og voru búin að lesa, voru náttúrulega búin að vera drottningur svo lesi í Bretlandi. En það já, þú kemst öðruvísi að þar. Það bara, já. Það ekki kosin. Nei. En hún í embætti bara til 1. ágúst 96, þannig að í rauninni þegar þú fættist hún ekki lengur, en þetta samt mun alltaf vera áreina Vigdísar. Ég horfði á það þannig. Hún á náttúrulega afmæli 15. apríl og ég var sett á þann dag, manstu. Já, alveg rétt. Ég var alltaf eitthvað, mögulega muni eignast stemplu á afmælistegi Vigdísar Finnboga. Það hefur verið heldur kúl. En hún rútur, já. Það sem ég veistu mikið hana. Nei, ég raunin ekki, sko. Ekki heldur. Bara hún icon og... Já, þú veist, ég væri bara til í, og ég sá að ég var að googla fyrir það dag, það verið að taka upp þætti, þar sem að Nína Dögg að fara að leikana, bara Baldur Seta bara framlega þætti líf Vigdísar. Það alveg smá svona crown iconic, skilur. Já, það alveg iconic. Yes, og ég sá að fréttir þetta voru frá því fyrra, þannig að það getur ekki verið það langt í það. Nei. Er það nokkuð? Gæti verið, sko, en þú veist það kannski ekki eitthvað mörg ár. Nei, en ég svo spennt. Já, æðislegt. En það alveg svona, já, ég viðurkenni alveg, þú veist, ég veit ekki, ég væri til að vita miklu meira Vigdísi Finnboga, bara, en það sem náttúrulega, maður veit og þannig, en hún var skilin með manni sinn 61. Pældi, hún var einstæð móðir sem var forseti. Vá. Það var líka lengi. Já, frá 80 til 96. Já, það alveg 16 já. ár. Jú, það 16 ár. Það rosalegt. Já. Og hún á eitt barn, Ástríði Magnúsdóttir, sem fæddist 72, þannig hún átti barn á meðan hún gegndi embættinu, sem líka geggjað, einstæð. Þess vegna Halla Tómasar aftur að brjóta blaði í sögu Íslands, af því að hún fyrsta kona sem verða forseti sem kemur inn með bónda, húsbónda með sér. Húsbónda? Já, það ógeðslega bara merkilegt og líka þú veist að ég heyrði þessu mikið í þessu umræði núna að því þú veist, að vera svona bera sama við Vigdísi því að það var augljóst, það var aftur að fara að vera kona að fara að vera forseti og bara heyra bara einstæð kona var að forseti á Ísland, eða bara einstæð móðir, það bara geðvikt. Fucking iconic. Fucking iconic og en ég var eitthvað aðeins að reyna að lesa hana áðan, bara svona, þú veist, til að vita aðeins. Mér var svo merkilegt að þið vildi bara svona vita bara hvaðan kom hún, þú veist, á hverju var hún kosin, skilur þú veist, bara hver var hún, en hún var sér sagt alveg þekkt í samfélaginu, að hún var sér sagt ritstjóri leikskrar og blaðafulltrúi Þjóðleikhússins. Já, ok. Og var frönskukennari eitthvað í MR og MH og sá frönsku kennslu í sjónvarpinu. Þannig að landsmenn þekkt hana úr sjónvarpinu að kenna frönsku. En fyndið. Já, svo hún gerði ótrúlega mikið og margt annað og satt í stjórn í, þú veist, Listháttur Reykjavík og var mjög svona menningaleg. Þú veist, maður vissi þetta ekki, veist, hún kemur ekkert úr pólitík eða úr, þú veist, eitthvað svona þannig. Nei, nokkulega. En ótrúlega merkilegt líka því ég var að lesa þaðan, að þegar hún var að bjóða sig fram, þá var það milli hennar, einhvern Albert Guðmunds, sem var alþingismaður, einhvern Guðlaugur Þorvald, sem var ríkissáttasemjari og einhvern Pétur J. Þorsteinsson, sem sendiherra. Guðlaugur Þorvaldsson hlaut 32,3
Vigdís hlaut 33,8. Það munaði 1,5% stigi. Wow. Hvar voru þau að fylgjast með þessu sjónvarpinu líka? Einmitt, já, þau var í sjónvarpinu. Og þetta var góð útsending. Já, en svo var hún endurkjörin bara án atkvæðagreiðslu 1984 og 1992. Hvernig gerist það? Hvað? Er það bara allt, eða það bara því að enginn bauð sig fram á móti þá? Já, ég held það, en svo 88 þá hlaut hún út framboð frá Sigrúnu Þorsteinsdóttir sem var húsmóðir í Vestmannum, en það var í fyrsta sinn sem sitjandi forseti fékk mótframboð. Já, og hún sigraði og fekk 92,7%. Wow. Það var bara, nei, höfum við þessi. Við erum góð. Skulum ekkert vera að breyta þessu. En svo var ógeðslega merkilegt, sem náttúrulega bara ógeðslega merkilegt fyrir okkur, kvenmenn bara, og að eiga þess að fyrirmynda, því að þegar hún var að gangi í gegnum þessa baráttu, náttúrulega var eina á móti einhverjum 3 mönnum, þá var hún oft spurð bara fáránlega spurningar, þú veist, að því hún var kona. Og það var til dæmis mikið talað brjóstakrabbamein, að hún hefði fengið brjóstakrabbamein og var búin að láta fjarlægja hana brjóstið. Og hún var spurð að því hvort það myndi há henni í embætti að vera með aðeins 1 brjóst. Og þetta vist eitthvað svona iconic frá Vigdísi þegar hún segir að stóð nú aldrei til að hafa þjóðun á brjósti. Fucking queen. Fucking queen. Ég þurfum bara... Þeir eru með engin brjóst, skilur. Já, bara hvað... Það er bara með 1 brjóst, það er bara, þú veist, hvað meinar þau? Það er meira en þú, gallið minn. Já, alltaf með fleiri brjóst en þú, gamli. Ángriðs pældi í þessu, það hefði alveg verið bara svona konur, þú veist. Ég bara alveg, bara svona mikið svona dóti sem hafa verið spurt konur í gegnum tíðina. Maður sér alltaf svona á TikTok og þannig. Maður er svona, hvað er að kallmönnum? Ángriðs. Hvað gerðist? Á hverju fættust við og í einhverjum heimi einhvers staðar urðu við lélegri kostur. Ég veit það. Fyrir hvað? Ég veit. Þetta er svo styrkt. Þú veist, að því að líka, þú veist, en maður pælir í bara svona hvaðan kom manneskjan úr pjölinni, eða þú veist, úr píkunni. Akkurat. Akkur er ekki, ég veit það ekki. Nei, það er bara, þú veist, hvaðan kom þessi heimski, valda brjálaði maður úr píku. Einmitt. Langlíklegast. Já. Eða þú veist, einu líkunar. Hvernig fokkan var hann, skilur Já, þú veist, hann getur komið í keisaran og hann búinn til í gegnum píku. Já. Eða leigi, eins og rétt er sagt, skilur. Einmitt. Þannig að, very steikt. Aldeilis upp á hann tippið, sko. Algjörlega. En þetta er ótrúlega merkilegt, þú veist, og allar þessar konur, við ætlum að taka, það verður næsta áramót heiti á okkur, eða bara heiti restan árinu að kynna okkur betur svona historical konur, þær eru iconic. Já. Þú veist, elskum svona queens eins og það er svo geggjað að vera að koma með aðra á lista sem heitir Halla Tómas og við erum ótrúlega spenntar að sjá hvers konar forseti hún verður. Já, bara hún er að byrja að skrifa í sögubækur hérna og gaman að fylgjast með því. Það er líka, hún gaf bók sem heitir Mitt hugrekki, alveg spurning hvort þurfum við ekki bara að lesa hana. Við þurfum að lesa hellinga bókum. Já, sko, slum ekki eins og minnast að það. Bókabóðið er að koma. Já, þetta er bara okkur, sko, við erum bara aðeins að... Við erum búin um bókina, sko. Já, við erum bara eitthvað að lagga í lífinu, smá lag. Smá lag, við gerum svo mikið, það er alveg vandamáli. Já, alveg, sko. En við vorum samt að spyrja líka Teboas besties hverjar þeirra svona fyrirmyndir í lífinu væri og það var eiginlega gaman að kíkja við það en fyrst ætla ég að segja, vissir þú að það er ykkur heppi núna sem er búin að fá sér netgíró og hlusta á Teboa fekk sér netgíró og hann á möguleika að vera að vinna ferð á fótboltaspil til London. Bara við fengum ekki eins og frá til London, sko. Nei. Við vorum bara í Manchester. Jók, það var frábært. Já, ég er mjög þakklátt. Það var sama, það væri bara eitthvað Noregur, svo myndi ég vilja fara fríferð eitthvað, skilur. Já, geðveikt. Bara að fara að leik til það. En það er sem sagt, allir þeir sem að versluðu með netgíró í maí fóru sjálfkrafa í pott og eiga núna von á að geta unnið ferð á leik Englands og Íslands í London. Hversu iconic? Það er geðveikt. Eins gott þau voru búin að fá okkur netgíró í maí.
Þetta skemmtilega við Netgyro. Það ekki bara öryggi, þægindi og greiðsludreifing og allt það. Það líka svo skemmtilegt inn á milli. Þetta skemmtilegt. Þetta skemmtilegt, þannig að við viljum og líka þegar maður veit svona eftir á, svona, já. En kannski voru búin að heyra af þessu í útvarpinu eða eitthvað, en við vildum bara láta ykkur vita. Þið gæti verið kannski að fara að fá símtöl. Skemmtilega símtöl. Já. Það greinist bara, þú veist að fara London og ég var geðvikt. I'm gone. Ok, förum aðeins yfir hérna hvað þið sögðu að ykkar helsta kvenfyrirmynd væri. En Birta, hver er þín kvenfyrirmynd? Já, ég er búin að hugsa þetta. Þetta er svona, þú veist, ég held að bara konur, ég held að segja ef ég ætti ekki nefn, veist, ég er ekki með neitt, ég er bara konur sem að brjóta blað í sögunni. Þú veist, konur sem að svona gera eitthvað, ég veit ekki, bara svona gera eitthvað sem breytir einhverju, það eru mína fyrirmyndir. Ekki að því að, já, bara svona merkilega konur því að það maður hugsa bara svona, veist, eins og bara, ef við tökum dæmis Vigdísi, bara, þú veist, hún bara læra frönsku, hún í þessu, hún gera þetta, maður sér svo mikið grændi á bakvið þetta. Þú veist, bara svona, ég veit ekki, svona, þegar konur eru bara ógeðslega svona, vita nákvæmlega hvað ég vilja, standa fyrir því, gera það og sækja í það er bara mína fyrirmyndir, sko. Bara sama hvað? Já, í raun og veru, þú veist, lengi sem að þú ert að gera það til góðs. Já, mitt. Þú veist, höfum það alveg Krista Tæru, en klálega, en ég get alveg séð fram það að Hall Tómas verður eina af þeim sem verður eitt af mínum kvenfyrirmyndum. Af því að, þú veist, það líka svo merkilegt við kvenmenn að, margar þeirra eru til dæmis mæður líka og það er ógeðslega stórt hlutverk og það er ógeðslega mikil vinna en svo er það líka að gera allt hitt. Þú veist, eins og viti, eins og núna kannski Halla og eins og þú veist margar aðrar bara það ná að sinna því stórmerkilega starfi að vera að ala upp aðra einstaklinga fyrir samfélagið en líka gera eitthvað fyrir heiminn. Crazy. Það crazy. Þannig að, já, svo ógeðslega mikilvægt að, ég veit ekki, það svo mikilvægt að eiga svona konur til þess að, til þess að líka bara næsta kynslóð og við getum haft eitthvað til þess að líta upp til. Algjörlega. Þannig að ég er spennt að segja Emblu að þegar hún var 3 ára þá var kvennafórseti, mér finnst það geðvikt fyrir hennar sögu. Bara... Hún líka fekk að upplifa það eins og þú þegar þú varst nokkra mánaða. Já, hann... og var ógeðslega fyndið þegar ég var nýfætt þá fyrir þess að ég var skýrð bara strax upp á spítala degi eftir ég fæðist gistan og skýrð, svo fer ég heim svo er og ég er náttúrulega 2 eldri bræður og Ingi Þór elsti bróður minn, hann fyrir skólan og svo hringir allt inn í skólan í mömmu bara eitthvað svona skrifstofan og hann Ingi Þór vill fá að tala við þig og hún bara heima með mig litla og hann hæ mamma, heitir hún ekki örugglega Vigdís? Og mamma nei, hún heitir Birta Líf. Þá var hún búin að segja allir mig heitir Vigdís af því hún var Vigdís svo flott. Hann bara fór að ákveða það. Já, en hann vissi alveg, ég var búið að skýra með deginum áður, sko. Já. En þú veist, hann bara fastur af því, bara hún lítur að heita Vigdís eins og forsetinn okkar. Þannig að það verður örugglega margar höllur. Já, einmitt. Á næsta ári. Já. Höfum það í huga. Já, einmitt. En já, förum yfir ykkar kvenfyrirmyndir í lífinu. Það eru ótrúlega margar sem sögðu mamma og það er ótrúlega eðlilegt og það er ótrúlega fallegt. Ég hugsaði líka mamma. Já, mér finnst það ógeðslega fallegt og það er ógeðslega mikið hrós til mömmu ykkar að það getur verið bara, vá, þú veist. Ég held að sé draumur allar mæðra að vera fyrirmyndir. Já, held að líka. Þú veist bara draumur allar að vera fyrirmynd einhvers, eða þú veist. Já. Það er svo fallegt orð. Það er mjög fallegt orð. Fyrirmyndir er bara flottasta orð sem við veitum. Já, algjörlega. Mjög fallegt íslenskt orð. Kim K, það eru nokkri sem segja minnast á hana og ég veit alveg við höfum rættum þetta líka hvað þar síðast að þetta eitthvað að auðvitað er hún oft að gera eitthvað sem er ekki til fyrirmyndar og við erum alveg sammála því en hún er samt eina sem konan sem fer eftir því sem hún vill og grændar og er dugleg að grænda í það sem henni langar að gera. Já, bara drull saman hvað finnst einhvern veginn. Já, og þú veist, og líka bara svona eitt besta sem ég hef heyrt Kim segja bara svona
Get your fucking ass up and work. Já, það best með, nei, það meira bara svona þegar hún segði, þú veist, hún var að segja fólki frá hún var að fara í lögfræði og fólk bara svona, byrju, pick your lane og hún bara, I don't have to pick a lane. Who's the lane? Já, bara eitthvað, þú veist, hvað meinar ég get alveg verið í lögfræði en samt posta bara hellu biknimyndum af mér. Og hvað? Það ennþá eitthvað sem ekki alveg orðið samþykkt svona í mörgum svona vinnustöðum og þannig að fólk sé á Instagram og og klárt og sniðugt og borið virðing fyrir og hlusta þá. Það alltaf svona, já, þú bara þessi þú veist, ekkert heimsk þú fara í bikini, sko, og smellir það mynd. Það er ekkert heimskara þegar stór brjóst eða stór rass eða lítið rass eða lítið brjóst eða á bikiníunni eða varafyllingu eða ekki eða þú veist BBL eða who knows. Já, það hefur ekkert að segja hvað er á milli augnanna þér, sko. Þó að sé Botox þá er kannski líka góður heili. Já, og líka bara skipta mest máli einmitt á svo góð manneskja. Þannig að, já. Þannig ég skil alveg Kim K. Ég myndi alveg segja að hún sé eitt af mínum fyrirmyndum líka. En það er eitthvað sem segir hérna þið. Það er mjög fallegt og betra hrós væri ekki hægt að fá. Nei, algjörlega. Anna Wintour, já, það er einmitt kona sem er svolítið líka búin að bara brjóta smá blað í sögu tískunar. Og ég var að klála til að kynna mér hana betur, bara svona hvað hún hefur þurft að þú sér að hún er bara einn virtasti tísku fóringi, hún getur maður sagt, í heiminum. Það var alveg gaman að vita svona hvað hann að gengi vita meira hana einhvern veginn. Finnst þú vera bara svona alltaf með sömu klippinguna og sólgleraugun og ég myndi aldrei þurfa að tala á hana. Já, en það eru einhver ástæða fyrir því. Hún er þurft að koma sér einhvern veginn framfæri, verða svolítið svona harsh til þess að ná sínu fram. Það er eitthvað að baka þetta. Já, og hún bara, það er hennar frontur. Ég var alveg til að kynna mér hana mikið betur. Svo Vigdís Finnbogadóttir. Nú sammála því líka. Og það er eini hérna sem segir elsta systir mín sem lætur ekkert stoppa sig. Það er fallegt. Nicola Coughlan og Claudia Jessie því þær eru fyndnar á sérstakan veg. Já. Vissu hvað það eru? Nei. En við þyrstum bara að komast að því. Svo náttúrulega eru margir hérna. Já, þetta er Bridgerton. Já, leikkonunnar. Já. Ok, já. Það er allan að standa sér mjög vel í Bridgerton. Ég þekkir ekki mikið fyrir utan það en ég var alveg til að vita meira þær. Diana prinsessa, hún er náttúrulega vegna þess að hún var svo góð og falleg manneskja. Bara klálega. Hún er eitt af fyrirmyndum klárlega því að hún líka, þetta er fyrsta skipti sem að konungsfjölskyldan varð mannleg og það að komu Díunu inn í þetta. Hún talaði fólk, hún þú veist, hún snerti veikt fólk, þú veist, og þegar fólk þorði ekki að snerta veikt fólk, bara hvað meini. Og hún gerði þetta bara óslega mannlegt og var bara svona mannleg mamma sem var partur af þessar konungsfjölskyldu. Hún var bara iconic. Já, hún breytti alveg heiminum til hins betra, sko. Það er eins og segir þetta múta, hún er algjör nagli, hreyfi sig svo ótrúlega mikið, 62 ára og svo ótrúlega góð hjörstu. Icon. Já. Það er eins og segir Sunniva Einars. Já. Besta mín. Vigdís Finnboga segir það sig ekki sjálft. Margir segir það. Svo segir aftur hérna eitthvað þið. Marilyn Monroe, því hún var bara best. Já. Ég var alveg hefur kynnt mikið Marilyn Monroe. Ekki eitthvað mikið, en svo kannski kynnti maður að sér eitthvað sem við horfum og bara gleymi maður þetta. Já, ég er ekki búin að sjá Monroe myndina þarna. Byrjaði á henni og sofnaði. Já, það var talað um hún var ógeðslega kyngerð í þessari bíómynd. Þannig að hún fekk ekki góða dóma, hún væri ekki að segja söguna hennar nógu skýrt. Ég heyrði það einmitt, sko. Og ég ætlaði að sjá hana út af því, hvað ég verið að tala um, en svo sofnaði ég og laði ekki eftir á hana. Nei. Ég las bókin hana, þú veist, ég ásvöld litla bók lífið hennar, þú veist, þetta er ekki svona hennar bók að segja frá, þetta er byrjað bara lífið hennar, svona hvað hún kemur, hvað hún gerir með fullt af myndum í. Og hún allan að barðist klálega fyrir því að komast á þann stað sem hún komst á og var, þú veist, var bara kemur bara mjög svona hefðbundinni fjölskyldu og næriknar að vinna sér sjálfvókslega mikið upp sem náttúrulega er kannski aðdáunarvert, en ég held hún varð mesta fyrirmyndin eftir hún lést. Og eftir líka, og mér finnst hún vera svo ógeðslega mikil fyrirmynd svona pínu svona í seinni tíma eftir hún var fallin frá út af því við fórum á svo ótrúlega alvarlega tíma varandi útistýrskun
og þegar fólk er núna að bera saman, sjá hvernig Marlene leit út og hún var bara eðlilega konan, kyntáknið á þessum tíma. Þannig að mér finnst ógeðslega mikið grip í hana núna sem er svo ógeðslega frábært. Já, einmitt, hún var þekktur að vera svo flott og curvy, eða ekki? Jú. Bara, hvað var í tísku? Þannig að því hún með brjóst og mjaðmir og eitthvað þannig. Já, og líka eitthvað, bara hvernig klæðaburðurinn var, eða ekki? Jú, hún bara svona var svona augra því. Já, hún var svona augra og var einmitt svolítið fyrst, stóð svolítið fyrir því að konu geta verið. Hvernig það vilja bara. Já, bara hot en samt gert hluti, verið að leika í hlutum og þannig. Algjörlega. Algjörlega. En ég með langar að dempa mér aðeins betur aftur hann í Marilyn Monroe. Gerður í Blush, rétt, við erum sammála því. Þessi segir hérna, mér langar að stofna mitt eigið fyrirtæki og ná langt eins og hún. Já. Svo eins og segir Lína Birgitta, hún stendur sér svo vel og hún í bransanum sem dreymur að vera í. Og það líka geggjað, að þú veist, ég líka bara mæli með fyrir ykkur bara að eigi svona fyrirmyndir sem eru svona ótrúlega mikið innan handar, þú veist, eins og Gerður að Lína, það eru bóttið til ég bara að spjalla við þig, sko. Já, bóttið. Bara pröfu heyrim, það er geðveikt. Dolly Parton, ándur bara allt sem hún gerir. Já, ángríns, hún er Dolly Parton íkon, sko. Já. Svo eins og segir Solrún Diego fyrir allt sem hún hefur gert. Já, hún er gefið marga bækur og það er ógeðslega aðdáunarvert. Tips. Já. Tips and tricks. Halla Tómasdóttir, svo flott fyrirmynd. Ég er innilega sammála því. Amal Clooney, því að hún er lögfræðingur, ég ætla að verða lögfræðingur. Já. Kim K, vegna þess að hún er the boss og henni gæti ekki meira saman við ykkur búarana. Samt að þetta er að klippa út. Já, einmitt. Sveindís Jane, hún er góð í fótbolta. Já. Langamma mín, hún vann alla daga til að hugsa 7 börnin sín alin með engri hjálp og er best. Vá. Æ. Og svo er Vigdís Finnboga er mitt idol, Sonja er mitt idol. Besta. Angelina Jolie, já, hún er alltaf mikið búin að berjast fyrir mannréttindum og réttindum barna, þannig að það er mjög góð fyrirmynd. María Thelma, leikona, að því að hún er blönduð eins og ég og kendi mér að ég er nóg þótt ég sé blönduð. Æ, hvað er fallegt. Já, hvað er fallegt. Taylor Swift, náttúrulega, það er ekki tekið af henni að hún er ekki eðlilega flott kona. Julia Roberts. Já. Já. Ríkið. You Guys and My Sister. Vigdís Finnboga, Margot Robbie í The Wolf of Wall Street. Hennar stærk í myndinni er bara svo mikið dream. Ok, elska. Það geggjað. Kylie. Gabriela Solis, því hún á ríka mann sem kaupir allt fyrir hana. Já. Ég meina, ég myndi bara svona eins og sér sagði þetta best þegar hún var í viðtali og sagt við mammina, hún var að segja frá því að mammina var að segja hana, you should marry a rich man. Hún var bara, Mom, I am the rich man. Já. Sumst að vilja bara gera rich man og bara láta degra þessi og það er allt í góða líka. Veistu það, ég flakka mitt það. Það er ég alveg til að vera sem manneski líka. Stóra systir mín, hún gerir alltaf það sem hún vill sama hvað aðri segja. Já, það er náttúrulega bara geðveikur eiginleiki og karakterseinkenni. Elle Woods, ég elska hún ekki að hugsa Werner lengur og frekar skólan, svo motivating. Akkurat. Líklega blondur ekkert nema motivating. Hún er geggjuð, það er bara geggjuð mynd. Já. Kristín Jónsdóttir hjá Veðurstofunni. Honestly Þúsani. Hættu þið. Já. Og mikið hérna mamma mín. Simone Biles. Veit ekki. Ekki 5-leika kona. Já, er það ekki? Jú, það er rétt hér. 5-leika kona. Kylie Jenner, Khloe Kardashian. Ruth Bader Ginsburg. Hver er það? Við erum að kynna okkur. Það er svo gaman að vita hvað fólk þetta er. Já, maður þarf að kynna sér þessar konur. Court Law Court, hvað? Supreme Court. Þetta er svona hæstaréttarlögum dómari. Hún er líka ekkert eðla slei. Já, þetta er, hún er, ég sá hana í ykkur af þessum greinum sem ég var að lesa á hana svona historical konur. Hún er víst rosalega merkileg þessi. En við þurfum að kynna okkur þessa. Alveg klárlega. Kim Kardashian er næsta svar.
Halla Tómas, Kim K, eins og segir Alexandra Jóhannsdóttir, það getur verið vinkonarnar, mammunar eða hver sem Elskar hvað allar sem mamma. Já, það er svo fallegt. Mamma gerir allt til að öðrum líða vel þegar henni líður illa og vill vera eins og hún í framtíðinni. Emma Watson, já, hún er mikill talsmaður líka fyrir mannréttindum. Þannig að hún er mjög góð manneskja, virðist vera. Beyoncé, hard worker og no bullshit típa, fer þangað sem hún ætla sér. Og önnur sem segir líka Beyoncé er private, alltaf kurteis, með feminisma, kemur vel fram við alla og queen. We love a good queen, sko. Já, bara klálega og ég held að bara svona það sem allar að næga sameiginlegt er að þú veist, þið vorum öll hérna mörg að nefna mömmu ykkar eða ykkar líka. Að hérna, þetta er bara karakterseinkenni sem fólk hefur sem að maður lítur upp til og eins og þegar ég var að svara á hana ég sagði að mína fyrirmyndir væru fólk sem svona gerir það sem maður vill gera, ég held að það sé líka bara karakterseinkenni að vera dúer, skilur. Já. Já, svo spurðum við líka að því að við vorum bara svona, ok, hvað er svona girl power moment? Eitt girl power svona eitt sem er mjög mikið girl power er alla vörðunar fyrir beautyklubunum að því að ekki láta neitt segja að þú getur ekki verið með make-up eða gert það sem þið langar að gera eða naglalakka þig eða hvað sem það er en ef þú ert að fara og þú ætlar að vera boss ass bitch og þú vilt passa upp á það að þínar augabrúnir Stay put þá mælum við með Super Lock glúinu frá Maybelline. Já. Glænýtt. Þetta er, já, glænýtt og ávist að vera bara, einmitt, algjör læsir. Þannig að þú ert að fara og þú ætla bara lock them down. Já, lock them down. Já, einmitt. Ég þarf alltaf að því ég minnst að síð hár og það er alltaf að læsa þig af því annars bara fara þig niður, veistu hvað ég meina? Já, og bara svona hár niður, já. En svo þetta náttúrulega geggja líka fyrir þeir sem vilja svona brow lamb look. Já, einmitt. Þannig að ég mæli með að checka þessu. Já, en það er alltaf girl power bara að gera sem þig langar að gera og mála hvernig þig langar að mála. Ég láti ekki neitt segja það að hitti að þetta sé betra eða verra. Nákvæmlega. Myndi ég segja. En við spurðum líka bara svona til þess að koma inn á og bara svona hvað er girl power moment, move fyrir þér? Bara svona, hvað hugsaðu í rauninni? Það er eitthvað sem segir að ná að svara fyrir sig þegar það á við ókurtið segir ógeð. Já, sammála. Svo pirrandi þegar maður svona fattar eftir á hvað maður hefði átt að segja eða þorði ekki eða eitthvað þannig. En klálega bara þegar eitthvað svara fyrir sig ég er bara, vá, vel gert. Eins og til dæmis við tókum á með Vigdís Finnboga bara það var ekki planað að vera með þjóðun á brjósti. Þú veist að þetta er geggjað. Bara ekki spyrja mig fokkin brjóst. Sem að hugsa svona hratt. Já. Fokk vel gert. Frábær. Og sérstaklega konur. Já. Láta að vita ef kærast eitthvað sér að reyna við mann. Já, það er við stelpar að standa saman. Klálega saman því. Segja gælu sem þú þekkir ekki neitt ef hún sé með túrblett. Ef hún er meðskilju. Já. Það er alveg svona að við allar lendum í þessu. Þú verður að segja bara á góð eða svona nice out. Já, skilur við. Já, algjörlega. Einmitt. Það ekki heita þessu í fólk. Þú getur embarrassað manneskina eða eitthvað þannig. Það ætti að vera eitthvað svona orðið yfir þetta, svona sem bara stelpur vita. Já, ángríns, það ætti að vera eitthvað svona. Maður getur sagt bara, þú veist, það er náttúrulega stundum talað um að Rósa frænka sé komin í heimsókn. Það er mjög það að vera svona, Rósa frænka. Já, þú veist, það er svolítið svona leiðilegt, en þú veist, bara svona, þú veist, maður gæti, þú veist, við þurfum að finna orð og make this happen, sko. Blómblettur. Ég hugsaði rósablettur eða eitthvað. Já, rósablettur, já. Bara hægirna, láta að vita orð með smá rósablett. Já. Það er svolítið fallegt. Já. Af því það er svona rautt. Já. Þú veist, rósi rauð. Já. Og Rósa frænka fyrir þá sem kannar bara kannast þið þá myndlíkingu. Já. Ok. Ég sammála. Já, rósablettur. Rósablettur. Láta okkur vita ef þeir sammála því. Þegar Vigdís var kosin sem forseti Íslands og var fyrsti kvenmannsforsetin í heiminum. Það er mjög margir að tala um það. Það er mjög margir að tala um þessi. Me Too-byltingin. Það er náttúrulega algjört girl power. Bara movement. Já.
Það einn sem segir, ég elska að geta sagt að mamma sé flugstjóri, ekki marga konur í þeirri stöðu, en þó allavega. Já, það er geggjað. Þegar Vigdís var forseti, já, girl power að lyfta þungt. Já. Vá, þegar Marilyn Monroe var fyrsta konan sem fór í gallabuxur og það gallabuxur átti að vera fyrir karl. Ég var einmitt að hugsa það var ekki eitthvað með buxur. Geðvikt? Já. Vá, ég var búin að gleyma þetta. Ég var eitthvað með föt og ég hugsaði með buxur, en svo var ég bara, það ekki eitthvað önnur sem fór fyrst í buxur, það var kannski gallabuxur sem hún fór fyrst í. Já. Geðvikt svona konur, þetta er bara amazing. Þegar eitthvað stendur upp fyrir sjálfur sér. Mjög margir segja það líka. Já. Kvenna klósett á djamminu. Já, svo allir að hrósa hver annar það er best. Það er best. Leyfa sér að vera girly og auðmjúk í karllægum geira eins og Queen Halla T. Já. Þess að leyfa sér að vera fín, græja sig, samt vera auðmjúk og í heimi sem er svona stjórnar. Já. Eitthvað hérna. Það var góð punktur. Já, mjög fallega, það er vel sagt. Láta vita ef þú veist að einhver að halda fram hjá þér. Samla. Gælur sem vinna hátt sett störf og klæða sig flottan hátt við það. Já, ég samla. Þú veist, bara klæða sig bara eins og þú vilt. Eins og þú vilt en vera í þessari stöðu. Ég samla. Það er alveg klálega þannig. Druslugangan. Já. Ángríns. Vildi vera fyrirmynd fyrir dóttur okkar og skilaði pabbinar til að ala hana upp með háar kröfur á kallkyns. Velgert. Skilaði pabbinar. Já, hún sérst hún er greinlega skilið við pabbinar, skilur. Já, einmitt, ok, ég skil. Því að hann var greinlega ekki að standa sig, ekki fyrirmyndin sem að hún vill, kallkyns fyrirmyndin sem að hún vill hafa fyrir dóttur sína. Einmitt. Þannig gert. Já, vel gert. Fæða börnin mín. Já, það er girl power thing. Já. Það er eitthvað sem engin maður getur gert. Fætt barn. Nei. Þannig að þetta er ekkert eðla mikið svona empowerment og þið konur þið með þú veist leg eruð að búa til næstu þjóðir samfélag kynslóðir þannig að kudos to fucking you það er alveg magna sko báðar já ok, nú svara öðru hérna að það er kona næsti forseti það er girl power Legally Blonde þegar gælur vara hver aðra við gaurum þegar konur standa með hver annari það er ekkert fallin á það sko nei, sjálfstraust og vera ekki undir kallmanni komin gera hluti sjálf sem menn eru vanir já, veist, manni líður ekkert alveg vel þegar bara, já, ég náða að hengja upp sjónvarpi sjálf já, eitthvað svona þegar ég skiptið eins og öll dekki mín noksunum já það ég var bara, I don't need no fucking man nei mitt. Þegar fólk sem er eldra en ég heldur að það getur drulla yfir mig en ég svara fyrir mig. Fríður Nippúlbyltingin. Já, gríns. Svo eins og segir það þið. Já. Þegar Halla Tómas var kjörin forseti og þrjú efstu sætin í kosningunum voru konur. I'm telling you girls. Gríns. We are the best. We are the fucking best. Það er bara svolítið, það er bara sorry, það er bara svolítið svoleiðis. Það er bara svolítið svoleiðis. En það er náttúrulega, já, það verður bara útrúlega gaman að fara inn í þessa tíma sem við fara inn í þegar við finnum þessu orku og við viljum að hjálpa að halda henni lifandi girl power orka einhvern veginn og já, ég er bara ógeðslega spennt að eiga þú veist, litla stelpu sem elst upp í þessari orku það er geggjað við erum að gera þetta fyrir hann við erum að því og næstu og alla kynnslóðunar sem eru framundan og já alls konar en það er náttúrulega ekkert leyndamál að við sem komin í hann fórseta og þetta sé í gangi en það er leyndamál hjá Serrano það er secret menu new alert vá hvað mér langar að smakka þetta ég er búin að smakka þetta ertu búin að smakka þetta á mín já, sorry mate ég veit, þetta er hellað það ekki jú, þetta lúkka simpúl fokka, þetta er gott maður ég elska nachos bara punktur nachos eru uppáhaldsmaturinn minn þetta er svona secret menu super nachos þannig að þið getur pantað þetta með því að segja secret menu eða segja super nachos þetta er bara nachos þetta útskýrði fyrir mér ég sá bara að það var nachosi og svo var ostasósan yfir geðið mikið ostasósa og svo var jalapeno það er jalapeno það er var ekki eitthvað hakk nei
bönirnar, já, pintobönir, já. jalapeno og svo eitthvað svona salsa sem svona eiginlega bara í bútum, þú Já, veist. bara mild salsa. Já, tómatana. já. Það var eitthvað það var eitthvað meira. Það var eitthvað svona, en þið getur kíkt á Serrano TikToki. Þetta girðinlegasta vídeo sem ég séð á ævinu minni. Ég þarf þetta right now. Það sko ógeðslega gott. Hvað er það? Sorry, Þú ekki að fara án. Ég sá þetta, ég var að fara. Já, þú ert bara dónuleg. Veit það. En bara, please, farið og smakkið þetta og takkja okkur á TikTok. Eru guacamole? Já, og guacamole. Já, einmitt, hvernig þið gleymt því. Skotans. Ég að fara með þetta bara right now, sko. Já, en ef þið ætla að fara að smakka þetta, takkja okkur og láta okkur vita hvernig okkur finnst. Annars bara skál fyrir konum. Skál fyrir þér, Halla Tómasar. Proud to be a woman. Já, og ógeðslega stolt að þessari þjóð fyrir hvernig þessar niðurstöður voru. Æðislega niðurstöður, bara ótrúlega lukkulega með þetta. Já, við erum bara ótrúlega lukkulega með þetta og ánægð með þetta og segjum núna kappræður eftir 8 eða 12 ár verði stjórnaðar af tilbúðinu. Akkur eftir svo mörg ár? Já, þú vilt að hann halda áfram þá? Já, hún segist að verið 8-12. Já, ok. Þannig ég er bara leifin að sitja eins lengi Já, og hún má bara vera hana. Það er flott, þannig til að við komum 2035. Þannig til við mætum Halla á máttu færa þig. Það er akkur að 12 ára held ég það, sko. Nei, bara við erum spenntir að fara inn í þessa tíma með þessa orku og við hlökkum til að sjá okkur 12. júní. Já, hlökkum til að sjá okkur besties. We love you. We love you. Bye.